Hæ, hérna valandi PLC-verkefni 2 ætla ég svona aðeins að útskýra fyrir ykkur hérna smáræði. Það er nú ekki alltaf alveg liggja nú ekki alltaf alveg að lausu þessar upplýsingar frá Siemens. Eins og ég sagt við ykkur að mælikvarðinn á það hvenær maður er að vera sérfræðingur eða þegar maður er hættur að geta googlað svörin. Og það er nú svolítið svoleiðis með þetta að það svörin sem maður er að leita það er ekki auðvelt að finna þau í Google. En hérna sjáu þið að hvernig ég til dæmis hvað ég á auðvelt með að prófa verkefnin ykkar. Ég get bara keyrt upp hitastigið hérna og ég fæ þessar breytingar á skjánum sem ég vil sjá. Og við sjáum hérna að þessi logo TD skjár hérna, hann er ekki að breyta lit og það er reyndar allt í lagi vegna þess að þetta hérna er skjárinn á hérna tölvunni ykkar, þessi venjulegi hérna, og þetta er sem sagt svona nokkrar típur sem er hægt að kaupa. Þetta hérna er nákvæmlega sama vélinn og þessi en bara ekki með skjá, þannig að ef maður þarf ekkert skjáinn, ef maður vinnur þetta allt á PC-tölvu eða eitthvað svoleiðis, þetta er kannski nettengt eining, þá þarf maður ekkert með skjánum og þessi er náttúrulega aðeins ódýrari. Og svo er hérna aðri módúlar hérna sem ég ætla svo sem ekki að fara út í, en þessi skjár hérna, þetta er TD skjárinn. Hann heitir þetta TDE hérna, en þetta er TD skjárinn. Og þetta er sem sagt bara stærri svona skjár. Og þess vegna er hann látinn birtast alveg eins í forritinu. En að þið megið alveg sleppa því að láta TD birtast, en það gerir ekkert til, það breytir svo sem engu í forritinu eða einu. En ef hann er ekki, þá skiptir það ekki máli. Ég vil sjá þennan hérna, ég vil sjá þennan hérna, skipta rétt lit og fá rétt að texta hérna inn og allt þetta. Svolítið áræðandi verkefni af því að þetta er svona fítus í þessu sem er mjög skemmtilegur og gaman að nota og getur auðveldað okkur lífið töluvert. Það eins og með það eins og margt annað að þið uppgötvið það ekki fyrir en einhvern tíma seinna. Nú, til þess að þetta virki síðan þegar ég sprautið forritinu í logotölvuna, þá verður þessi hérna að vera AE3. Hann er AE1 þegar þið byrjið sko, og AE2 virkar ekki heldur. Þetta verður að vera AE3 eða AE4. Það er ekkert annað sem að virkar. Það eru sem sagt inngangvarnir á hann analog inputinu. Og þetta eru meðal annars upplýsingar sem ekki er hægt að googla.